Komið sæl og verið velkomin á fræðslufund VFIB eða bókakvöld VFIB öllu heldur. Ég heiti Björn Berg og er fræðslustjóri VFIB en í dag ætlum við að taka fyrir bók sem mjög áhugaverð og umdeild og spurning hvort ætti að kalla hana bók eða skýrslu. Þetta eru 7 ára rannsóknir tveggja prófessora á bak við þessa skýrslu en það eru þau Carmen Reinhart og Kenneth Rogoff sem eru bæði í dag prófessorar við Harvard en bókin heitir This Time is Different. 8 Centuries of Financial Folly, þar sem farið yfir 8 alda sögu fjármálakrísa og verið að velta fyrir sig hvort að það sé eitthvað líkt með þessum krísum, með aðdraganda þeirra, hvernig þær síðan lýsa sér í framkvæmd og hvað tekur við. Og til þess að ræða þetta hér við okkur eru hér Ársæll Valfells sem lektor við viðskiptafræði deild Háskóla Íslands og Ingvar Haraldsson sem viðskiptablaðamaður hjá Fréttablaðinu og Vísi. Og við ætlum aðeins að ræða þessa bók, fara yfir bæði niðurstöður þeirra Carmen og Kenneth og fara einnig yfir að ræða svona umfjöllunarefnið og kannski aðeins okkar skoðunar á þessu, heimfæra þetta aðeins yfir á Ísland. Ísland nú ekki stór partur af þessari gríðarlega stóru bók en förum samt sem áður aðeins yfir það. Og við ætlum að vera hér í svona, kannski ef að segja svona 3 korter, ræða bókina og í kjölfarið ætlum við síðan að opna fyrir spurningar úr sal, ef einhverjir eru. En mér langar að byrja á þér Ársæll og spyrja þig aðeins út í niðurstöðunar vegna þess að bókin eins og ég nefni að hún er afrakstur gríðarlega mikillar rannsókna þar sem teknar eru saman tölulegar upplýsingar hagsveiflur og krísurnar eru síðan sérstaklega dregnar fram og niðurstaða þessara tveggja prófessora að það sé alveg ótrúlega svipaðar, fara 800 ára aftur í tímann séu krísurnar alveg ótrúlega svipaðar. Að það verður, svona í stuttu máli, að þá er ákveðið stöðuleika tímabil sem veldur því að vextir eðlilega lækka, aðhaldið hins opinbera jafnvel minnkar, skuldsetning eykst, þannig að áhersla á áhættu eða öryggi verður minna og ávöxtun verður meir. Þetta veldur því að á endanum þá verður í kjölfar gríðarlega mikillar skuldsetningar sem fylgir þessum lágu vöxtum verður síðan eignabóla, til dæmis á fasteignamörkuðum og svo verður mikið hrun. Í kjölfarið verður síðan einhvers konar langt tímabil hagvaxtar og þar sem hagkerfin að jafna sig. Svona í stuttu máli, er þetta eitthvað sem kemur þér sérstaklega óvart eða ertu sammála þessari ályktun? Ég sammála ályktuninni af því sem maður hefur sjálfur lesið og í þessum akademíska literatúru og framlag þeirra er svona meira og minna akademískt sem byggir á því að þau reyna að búa til mælipúnta og þau eru fyrsta skipti sem eru settu fram mælipúntar í þessari bók þar sem þú getur svona borið saman áhrif fjármálakrísa á mismunandi efnahagsstærðir, atvinnuleysi, verð á fjármagni, á hagvöxt og slíkt sem hefur alveg verið til staðar og var til dæmis mikið til staðar í hinum austurríska hagfræðiskóla þar sem að Josef Schumpeter kemur fram með svokallaða kenningar viðskiptasveiflur, business cycle theory og hann skrifar þetta sama, þannig að eins og þau eru í raun og veru að taka það sem hefur verið skrifað Adam Smith skrifar þetta í Auðlegð þjóðanna og bendir einmitt á hvernig hlutverk lánsfjármagns og vaxtar fjallar það. Og það eru sko fleiri dæmi menn sem að skrifa þetta í sögunni en þau reyna að hengja þarna hitamæla á til þess að gefa fólki kleift á að bera saman mismunandi lönd á mismunandi tímum og mismunandi gerðir af hagkerfum og slíkt og það er svona það stóra framlag þessara bókar inn í umræðuna. Draga síðan ýmsar ályktanir eins og til dæmis hversu mikið má skuldsetja þjóðríki til þess að það lendi ekki í vandræðum og reyna að draga ýmsar svona ályktanir og varðandi þú nefnir í upphafi að bókin hafi verið umdeild, það sem var líklega umdeildast eru ályktanirnar því að þar opnast boxið og það sem með hagfræði. Í gamla dagi hét hún political economy eða stjórnmála hagfræði. Í seinni tíma hafa menn reynt að reyna einangra hagfræðina
út frá stjórnmálunum og segja að þetta eru bara svona mælivísindi en þegar tveir menn með mismunandi pólitískar skoðanir horfa á sama hitamælinn þá getur allt farið í bál og brand sko og reyna að túlka fram og tilbaka annar segir það var heitt og hinn segir það var kalt sko og það er alveg svolítið sem gerir þessa bóka eins umdeilda en aftur að þessu sem þú varst að minnast á varðandi hvort þetta sé svona sama sagan sem að endurtekur sig alltaf þá var ég með 2008-2009 var ég hérna með félagi minn frá Ekvador sem hafði verið aðstoðar efnahagsmálaráðherra Ekvador. Ekvador fór í gegnum einmitt bankakreppu, skuldakreppu og hérna efnahagskreppu sem kom í kjölfar El Niño. Þegar El Niño olli uppskerubresti í sardínum og rækju og hérna eyðilagði rósauppskeru og bananauppskeru eitthvað svoleiðis og þá kom kreppa og við vorum einhvern veginn að ræða þetta og hann var hérna á mínum vegum og ég sagði við hann sko, já það er rosa hérna, spenna í samfélaginu og pólitísk hérna ólga og í gær þá var fólk sem var að mótmæla og óðinn í þinghúsið og mótmælti og hann sagði þá við mig that happened in Ecuador too þannig að það er mjög margt sem rímar við það sem við fórum í gegnum og ef maður les til dæmis suðurameríska hagfræðinga eins og Ricardo Hausmann og Guillermo Calvo sem hafa skrifað mjög mikið í peningahagfræði og í fjármálahagfræði þessi fyrirbæri það er mjög margt sem rímar og er svona megin niðurstaða bókarinnar. Þá er kannski næsta spurning það er svona margt sem rímar og við höfum bók og fleiri bækur eins og nefnir það, fleiri skrifað þetta hvers vegna kannski henda erfiðustu spurningu kvöldsins á þig Ingvar hvers vegna komist við upp með að endurtaka þá í mistökum? Hvers vegna komum við ekki auðvitað og hvers vegna eigum við ekki einhver svör við því þegar hitamælinni fara svona að titra þarna alveg upp í efsta? Það sem þeir segja í bókinni er náttúrulega að menn einhvern veginn gleymi því sem hefur gerst og samfæri sjálfan sig að það sé eitthvað öðruvísi við núverandi uppsveiflu heldur en síðustu uppsveiflur kringum aldamótin samfara með að tæknifyrirtæki gilt eftir lögmálum það heldur en önnur fyrirtæki 1830 voru það lestar sem voru svo einstakar að gilt allt önnur lögmálum þá þannig að menn einhvern veginn takast samfara það að það sé engin áhætta í hagkerfinu þeir bókinni nefna þeir að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sem var svona helsta eftirlitsstofnun heimsins skrifa skýrslu 2006 held ég sem segir að það sé engar stórar áhættur í heiminum og engin sérstak áhyggjuefni til að hafa af hagkerfunum heimsins. Þannig að mennum einhvern veginn tekst að samfæra sig að vistæmi stifta. Já, einmitt. Já, þannig að og það er kannski það væri nú áhugavert að vita hvort að þau hafi ákveðið titilinn fyrst og farið þó í rannsóknina eða eftir á vegna þess að þetta er náttúrulega eitt af því sem kemur líka fram að á ákveðnum tímapunkti þá byrjar fólk að tala svona og eina ástæðan fyrir því að okkur datt einmitt í huga að taka þessa bók fyrir á bókakvöldi var þetta hugtak new normal og umræðan sem er núna í gangi alþjóðlega það að lágt vaxtastig alþjóðlega sé bara þetta new normal og nú erum við að lesa greinar það og hlusta á hagfræðinga og fólk sem hefur skoðanir á peningastefnu málum út allan heim að tala það. Nú þarf bara almenningur og þurfa öll lönd í heiminum nánast að fara að venjast því að vextir verða lágir. Og þannig eru þeir komnir til að vera. Og svo heyrir maður annað, nú er olíuverð orðið mjög lágt, það verður örugglega lágt mjög lengi. Þannig að það er verið að tala svona nýtt normal. Ættum við að nota svona bók til þess að aðeins að vega okkur umhugsunar það, hvort að það sé eðlilegur hugsunarháttur? Já, þeir náttúrulega líka minnast á það hvað gerist eftir, hvernig eru eftir hretin eða hvernig eru hvað er menn lengi að jafna sig eftir kreppur og mér minnir að meðaltíminn sé 7 ár en svo náttúrulega er þetta svona eins og ég sagði á hann svona hitamælabók það náttúrulega vantar alla stjórnmálasöguna bakvið og það sem hvað gerist eftir kreppuna miklu að það kom náttúrulega langt tímabil svona óróa eins og við erum að sjá í dag og við sjáum að í dag sem betur fyrir ekki í Evrópu heldur en það er í Mið-Austurlöndum þannig að það er aðeins fjær okkur en og svo kom síðan
komu styrjaldir í kjölfarið og það er það sem er svona grunntesan í því sem að þegar aðrir en hreinir hagfræðingar eða stjórnmálafræðingar fara að skrifa sama fyrirbæri að þessar efnahagslegu sveiflur og einn frægasti sagnfræðingur núlifandi, Njáll Ferguson, hann spáir fyrir að það komi órói í Miðausturlöndum í kjölfar þessara efnahagslegu sveifluna sem hefur átt sér stað í kerfinu og hann spáir fyrir þetta 2007-2008 minnum mig. Og það er eiginlega það sem að þessi hitamælabók í rauninni ekki segir. Hugmyndin New Normal, það er verið að fjalla í rauninni hvernig efnahagslífi lítur út í frosti í rauninni, í peningaprentuna frosti í seðlabankana. Þar sem að verðin eru öll frosin og þau eru öll stýrð miðlægð af einhverjum embættismönnum og markaðirnir fá ekki virka. Það er hugmyndin þetta nýja normal. Það er bara svona kaldur dauði, sko. En við erum á þessum stað. Já. Við erum líka, ef við hugsum þetta hugtak, sko, this time is different, ekki alveg í lagi að segja það núna. Við höfum aldrei verið áður í vaxtastígi sem svona lágt. Alþjóðlega, við höfum aldrei verið í svona gríðarlega miklum afskiptum seðlabanka að hagvexti og verðbólgu með peningaprentun. Þetta er vísing beggja vegna Atlantsála sem eru að hafa gríðarlega áhrif og núna kannski ekki beitt stríð en alveg óðgóðlegri togstreitu á milli tveggja gríðarlega stóra seðlabanka í Evrópu og Bandaríkjunum það að nú var evrópski seðlabankinn að lækka vexti, bandarískir að fara að hækka vexti og vegna þess að þau eru ekki á sama stað í þessari endurhæfingu eftir hrunið þá getur það valdið mjög mikilli togstreitu þarna á milli. Getum við sagt að þetta sé bara alltaf í tímar? Sko, það verður því hvar það ert. Ef þú ert í Nígeríu eða í Líbíu eða í Brasilíu þar sem að þurfinn þegar prentvélin bandaríska hættir og það sem núverandi seðlabankastjóri hefur gert, hún er að hætta að prenta pening og afleiðingin er dollaraþurrð í nýmarkaðslöndum og afleiðingin af því er að hrávörur falla í dollarum mælt og þeir sem eru hrávörulönd, nýmarkas hrávörulönd þurfa fjármagna sig í dollarum og þá geta þau ekki lengur borga aftur á skuldi sínum. Þannig að það er alveg keðja, núna í dag er keðja af hrávörulöndum sem frá Tyrklandi til Brasilíu, til Venezuela, það sem er að fara að eiga sér stað svona nokkurs konar nýmarkas snögghemlun og það er bara beina afleiðing af því hvernig menn brugðust við kreppinu 2008 með því að stútfylla bankakerfið af peningum svo það fær ekki í hausinn og eitthvað þurfti þessi peningar að fara og þeir máttu ekki fara til almennings því það orsakar verðbólgu þannig að þeir lágu voða mikið út úr og gegnum alþjóðavæðingun og heimsmarkaði þá lága þeir út allan heim í þenslu í Kína og í nýmarkaðana sem hafa verið minna skuldsettir og nú er það komið aftur í þannig að eins og ég segi sko hitamælarnir sko, þeir segja ákveðna sögu en þú verður að leggja síðan skoða stjórnmálasöguna sem kemur eftir kjölfarið í kringum þetta sko og spekla saman hversu þetta núverandi frost, new normal ástand varir og það var svona minn punktur á hann það yfirleitt það einhverju svona stóri skrúðningar einhverjar tæknibreytingar eða stríð eða eitthvað svoleiðis sem síðan hrista upp í kerfinu upp á nýtt. Er það sem þarf Ingvar? Hvað segirðu? Það er eitthvað svoleiðis. Til þess að hrista upp í kerfinu erum við að sjá fram á eitthvað slíkt. Þið hjá Fréttablaðinu Vísi, þið eru nú hafið varla undan, þið eru ekki að fjalla storma og annað, þá eru við að fjalla stríðsátök og kosningasigra. Það hefur nú verið danskur hagfræðingur félag okkar sem hefur nú verið að skrifa svona samanburð við aðrar krísur eins og kreppuna miklu þar sem að taka við verið öfgar í stjórnmálum sem fylgja eftir. Það er náttúrulega að gerast bæði í Evrópu svo sem og vestanhafs að það eru allt aðrir flokkar og frambjóðendur að vekja athygli. Ég með Donald Trump í Bandaríkjunum og Corbyn á Bretlandi og ýmsir svona hægri öfgaflokkar í Evrópu. Við Íslendingar getum kannski nefnt Pírata og Bestaflokkinn sko sem okkar svona aðra flokka sem að ná árangri eftir efnahagssveiflur en maður svo sem veit ekki hvernig þetta endar, þessi uppgangur hægri flokka og þessi ótti við múslima og hvert þetta leiðir það verður svo sem bara framtíðin að byrja skötið sér sko. Ég velti aðeins fyrir mig varðandi
það sem að rætt í bókinni að við virðumst ekki læra þessari sögu og endurtekur sig aftur og aftur. Og á 9. áratugnum að þá var talað það sem að hitt og var kallað Great Moderation, sem að var hugtak yfir það að í rauninni kemur þarna þegar þetta tímabil er í rauninni hafið, kemur það að það dregur töluvert úr sveiflum og hagkerfið verða stöðugri og það verður bara svona þokkalegur vöxtur og ástæðan er talin vera sú að þarna hefur hagfræðin farið að bíta betur, sem er ekkert óeðlilegt vegna þess að við höfum miklu betri tól, við höfum meiri sögu til að líta og við höfum bara tíminn vinnur með okkur, við lærum meira hagfræði, við höfum öll gögn sem við þurfum, heimurinn er að opnast alþjóðleg viðskipti. Þetta átti að draga úr sveiflum og þetta átti að í rauninni koma í veg fyrir það sem síðan varð, sem eru gríðarlega mikla sveiflur, það er ekkert minni sveiflur núna heldur en við lítum eftir kreppuna miklu, jú, reyndar aðeins minni, en hvers vegna virkaði þetta ekki? Hvers vegna var þessi Great Moderation ekki varanleg? Sko, það er tvenns konar svona gagnrýni sem hefur komið á þessar söguskoðun Great Moderation. Annars vegar að hitamælirnir sem voru búnir til þess að mæla þenslunni í hagkerfinu, það í gegnum svona pólitísk ping-pong að þá voru þeir orðnir svo bitlausir að þeir mældu bara eitthvað sem að þjónaði hagsmunum þeirra sem að vildu láta að mæla frekar bara stöðugt ástand. Já. Annars vegar embættismenn í seðlabönkum og síðan sérstaklega stjórnmálamenn. Á sama tíma, sko, þetta er svo, einhver sagði, sko, ef að seðlabankinn hefur verið að stýra hér peningamálastefnu bara með því að horfa út úr gluggann, sko, staðið verið að horfa á tólinn, þá hefði hagkerfið farið allt öðruvísi. Og endanum, sko, í svona gegnum svona pólitískt samtal milli seðlabanka og stjórnmálamanna, að þá enda menn, sko, þessi mælar byrja að mæla mismunandi og eins og til dæmis bara verðbólgumælar í Bandaríkjunum. Þeir eru mismunandi stigum og seðlabankarnir ákveða að horfa á einn sem svona kjarnaverðbólgu sem svona sinni aðalmælikvarða, en hvað mælir hann? Já, hann mælir ekki húsnæði og hann mælir ekki hitt og mælir ekki þetta, hann tekur bara tannbursta og tébóli og Nike-skó sem voru þá var verið að framleiða þá alla saman í Kína og það var mjög mikil verðhjöfnun sem átti sér stað. En ef þú skoðar aðra gerðir af verðmælanum og þá kom kannski aðeins önnur mynd út. Þannig að þessi svona tveir punktar sem hafa verið notaðir sem gagnrýni og menn deila þetta. Og það er annars vegar að menn hafi horft á pólitísku mælana, allt mjög gott samkvæmt þeim, en ef þú horft á aðra mæla, ein til dæmis fræg tilraun til verðbólgumælinga er að ungir nemendur hjá MIT tóku upp á því að fylgjast með verðum á netinu og búið til verðvísitölu vara á netverslunum og hún sýnir talsvert aðra sögu heldur en þær mælingar sem að seðlabankar og hagstofur sýna. Sama með atvinnuleysi, hvernig skilgreinir atvinnuleysi og slíkt, og það eru mismunandi flokkar af atvinnuleysismælingum og það fyrir eftir hvaða mælið þú notar, þannig að þá kemur mismunandi saga. Þannig að þessi tveir kraftar, annars vegar alþjóðavæðingin með Kína í fararbroddi sem lækkaði vöruverð út allan heim, jók neysluna umtalsvert að sama skapi og þá mælist þetta ekki í þessum mælum sem voru kannski partur af einhverju pólitísku ping-pongi innan stjórnkerfana og svo voru menn hugsanlega að horfa líka á mæla sem að hentuðu í hagkerfi sem var ekki eins alþjóðavætt. Þannig að það er svona ástæðan fyrir hverju menn sjá ekki hvað er að gerast í Great Moderation og svo náttúrulega húsnæðisverð í Bandaríkjunum sem að hafði hækkað svo stöðugt, svo lengi að fáir treystu sér til að spá því og meira segja Ben Bernanke er frægur fyrir það að hafa haldið því fram að það væri mjög erfitt að sjá fram á það að húsnæðisverð væri af einhver bólumyndun eiga sér stað þar. Svo nefnaði líka í bókinni að Alan Greenspan segir eftir aldamót einhvern tímann að þótt að húsnæðisverð sé að hækka þá sé það nú ekkert endilega vandamál Seðlabankans, það sé frekar eftirlitsstofnanir sem hafa heimil þá á mikilli lántökum almennings, sko. Þannig að einhver leyti er þetta líka einhvers konar stjórnsýslulegt skipulag eða þú veist hver ber ábyrgðan á endanum, sko. Já. Nú er þetta að taka Ísland líka er það Seðlabankinn eða fjármálaeftirlitið fyrir hrun sem átti að hafa heimil á bönkunum, sko. Og svo er það náttúrulega líka
mjög erfitt fyrir stjórnmálamenn í meiri uppsveiflu að ætla að fara einhvern veginn að stíga á bremsuna sko. Já, mér langar aðeins að nefna þennan punktið mitt hjá þér vegna þess að eitt vandamálið og eitt helsta vandamálið og orsakavaldur svona krísa eru þessar sveiflur, þessar gríðarlega miklu sveiflur þar sem að við í rauninni ef við venjumst einhverju þá erum við að venjast því að það sé einhver gríðarlega uppsveifla í einhver tíma og svo einhver niðursveifla, reyndar gleymum við oft niðursveiflunum þegar uppsveiflunum er byrjuð, en ríki eiga oft til að ýkja þessar sveiflur og Ásdís Kristjánsdóttir í Samtökum atvinnulífsins hefur til dæmis, henni hefur verið tíðrætt það að íslenska ríki sé mjög duglegt við þetta. Nákvæmlega eins og þú segir, þegar vel gengur var engin pólitískur hvati til þess að fara vel með pening og greiða niður skuldir. Af því að svo bara eftir 4 ár þá ertu metin á einhverju öðru en því hvort þú hefur náð að greiða niður skuldir eða ekki. Og þegar illa gengur þá þessi krafa aðhald eins og var mjög mikil alþjóðleg krafa í kjölfar hrunsins. Alþjóðleg krafa þar að sjá milli landa að önnur lönd yrðu í kjölfar hrunsins að draga saman, þar að ýkja þá sveiflum. Hvers vegna lærum við ekki af þessu til dæmis? Eða er þetta rétt hjá henni? Ég meina þetta er það sem Milton Friedman og hans kenningar snerust Schumpeter og fleiri hafa fjallað við þetta og Keynes sem viðbrögð við kreppu þá fer hann að tala það að það er einn efnahagsreikningur sem aftur að skuldsetja og ef við fyrir aftur aðeins tilbaka hugsaum okkur hvað eru peningar? Peningar eru eitthvað sem er gefið út af ríkinu og þú þvingað til þess að borga tilbaka í formi skattgreiðslna. Og ef þú getur ekki staðið á því þá kemur bara að fara högg á höfuðið og beint í fangelsi fyrir að standa ekki skil á sköttum til ríkisins. Og það eru 2 megintæki sem að ríki getur haft til þess að hafa áhrif á efnahagssveifluna. Það er annars vegar seðlabrentunin í kerfinu í gegnum seðlabanka og vaxtastig og með því að breyta vöxtum og þá erum menn að breyta verðinu á peningum eða svo getur menn prenta meira eins og quantitative easing sem er bara mjög svona fallegt tækniheiti yfir seðlaprentun, bara breyta magninu, slaka á magninu og svo ertu með skattstofna og skuldsetningu ríkisins. Þetta eru þessi tæki sem menn hafa og vandamáli í gegnum flesta svona hagsögu er alltaf að reyna að láta menn vinna saman þannig að annars sé ekki að prenta og hinn sé að taka út úr kerfinu á sama tíma og það eru búið að skrifa ógrínni á lærðum ritgerðum og það virðist aldrei nást töfralausnin í því nema menn voru að reyna með því að auka sjálfstæði seðlabanka þar síðasta áratug og síðasta áratug að reyna að skera á milli hins pólitíska valds og seðlaprentunarvaldsins að með því myndi fást einhver ægi. Vandamáli við það er að menn fengu sjálfstæða seðlabanka en þessi stóra tilraun sjálfstæða seðlabanka virðist ekki hafa skilað sér í því að peningarlegt aðhald og hvað maður segja svona samspil peningarstjórnunar og fjármálakerfis það var ekki þótt að þeir fengu fullt sjálfstæði þá virðist ekki vera nógu mikill ægi eða eitthvað sem gera verkum að þetta fyrirkomulag komi í veg fyrir fjármálakreppur og fjármálabólur. Aga hjá Seðlabanka eða aga hjá hinu opinbera í opinberum fjármálum? Já, ef þú tekur bandarísku húsnæðislánabóluna þetta er flóknar myndir þá var það samt þannig að það var bandaríski Seðlabankinn svo náttúrulega erum við að rífast hvort að fjármálaeftirlitið SSJ eða Seðlabankinn eigi að sjá en allavega hann var með svona stærsta tóli til þess að stilla hvernig dansinn var á gólfinu sem voru vextir í Bandaríkjum. En var það þá ekki kannski einhverju leyti líka að seðlabankar voru að horfa ómikið á verðbólgu og einbeita sér bara því í staðinn fyrir að hugsa hvað er að gerast á fjármálamarkaðnum? Já, til dæmis, en þessi aðskilnaður, það tala um það hvort að stjórnvöld er að ná að magna sveifluna eða draga úr sveiflunum vonin er alltaf svo að það sé hægt að búa til skynsamlegt kerfi það sem að skynsamt og upplýst fólk situr í stöðunum og horfi með rökrænum hætti yfir kerfið og segja nú er komið gott og nú tökum við skálina af borðinu og nú fara allir heim og svo hittist bara aftur í fyrramálið þegar allir orðnir vel út sofnir og svoleiðis En það
og tilgangur með sjálfstæði Seðlabanka var að gera það og átti að tryggja, vera ein leið til þess að auka líkur á því allavega. En svo eins og það hafi ekki virkað. Og þá spurningin hvernig viðbrögðin við því og það eitt af því sem kemur fram í bókinni, hver viðbrögðin? Eru hagkerfin einhver betur sett með því að færa meiri völd yfir til embættismannanna, auka eftirlitið, og draga úr fjármagnsflæðið og þau tala um og þetta eitthvað þessi stóra spurning sem vakir fyrir Ísland í dag að það að auka frjálsræði á fjármálamörkuðum það vissulega býr til meiri sveiflur í rekstur fjármálastofnana og þetta svona það sem svolítið þau eru að velta fyrir sér í bókinni, þau koma ekki með beina niðurstöðu þar en svona vaspa þessari spurningu upp og þetta það sem að íslenskir hagfræðingar og stjórnendur að velta við sér hvort við eigum að vera hér til frambúðar með kerfi það sem einhver skattur og það dýrt að flytja með pening á milli og svoleiðis á sama tíma og við vitum það að því erfiðara og dýrara sem það að flytja fjármagn á milli þá heftir það hagvöxt, það vont fyrir hagvöxt. Það vont fyrir fyrirtæki sem að leysa flókin verkefni að vera með mikinn kostnað í fjármálakerfinu og ódýrara fjármálakerfi með meira frjálsræði líklega til þess að búa til flóknara og dýnamískara hagkerfi. Þannig að þetta svona þessi togstreita sem kemur upp úr þessu og þar einmitt horfa hagfræðingar á hitamælinn og þeir skiptast í tvo hópa, annars vegar þeir sem segja meiri embættismenn eru lausnin og nota bene ein afleiðing sem þú getur dregið af þessu ein niðurstaða sem getur dregið af því því meiri höft sem þú setur í kerfið því minni líkur að bankar fara á hausinn. Það ekki rosalega gott, segja þér. Og þá getur sagt á móti, já byrju, í Norður-Kóreu fara aldrei bankar á hausinn, en það vill einhver búa í Norður-Kóreu. Það hinn punkturinn. Ja. Og þá spurningin hvort það sé betra að vera að búa til hagkerfi sem eru bara rosa góð í það að fara á hausinn. Frekar en búið til kerfi sem fer aldrei á hausinn. Ja. Hvað finnst þér þetta, Ingvar, varandi þennan balans sem við nú opinbera? Þetta nú til umræðu hjá höfundum, svolítið, þau hafa rosalega miklar áhyggjur af skuldsetningu. Þau hafa mjög miklar áhyggjur af þessum miklu sveiflum og því þegar aðhald minnkar, þau tala sem part af þessari vegferð í átt að krísu sé það að þegar gengur vel og þegar verður svona stöðuleiki og góður hagvöxtur, lækka vextir, allt lítur vel út, þá eykst krafan það að aðhald frá henni opinberað fjármálakerfi minnki. Og þau eru að vara við þessu svolítið í bókinni. Þau nefna þetta einmitt í bókinni og hefur svona sýnt fram á víðar að ef frelsi á fjármálamörkuðum eykst, þá einmitt eins og segir, þá eykst hættan á einhvers konar fjármálakreppu. Og svo nefna þau náttúrulega líka að þetta kemur onni mikið innflæði fjármagn í ríki, þá eykst áhættan enn frekar. Og fylgir oft aukin skuldsetning, svo sem allt eitthvað sem Íslendingar kannast við fyrir hrun, En já, það er spurning, einmitt, eins og við ræða bara hver á að taka ákvörðun að draga úr þessari áhættu, Já, hvernig hún verður kannski haminn frekar en að hún fá ekki að verða. Einmitt. Opinber skuldsetning líka nokkuð sem tekið fyrir í þessari bók að í rauninni, hún nú ekki skrifuð í ár en hún gæti átt mjög vel við núna akkurat í ár þegar að umræða það að til dæmis í Bandaríkjunum að nú er bandaríska ríkið opinber orðið gríðarlega skuldsett og skuldar til dæmis Seðlabanka Bandaríkjanna 2,4 triljónir dollara eða 2400 milljarðar dollara. Þetta eru lán sem eru tekin mjög lágum vöxtum og þarna hafa til dæmis Kenneth Rogoff, annar höfunda bókarinnar, og Paul Krugman annar hagfræðingur verið að svolítið mjög ósammála varðandi þetta vegna þess að Krugman hefur verið að tala mikið um það að ef einhver vill kaupa að þér skuldir eða vill kaupa þér skuldabréf á lágum vöxtum þá áttu bara að selja það er bara frábær díll fyrir þig. Hins vegar er Rogoff að tala um það að það kemur á skuldadögum, þú þarft að endurfjármagna þig og ef þú hefur tekið lán á svona lágum vöxtum þá er mjög líklegt að þú hafi verið með þann hugsunarhátt að svona verði vextirnir áfram. This time it's different. Nú erum við í lágu vaxtaumhverfi. Nú erum við að horfa upp á það í Bandaríkjunum
að þeir eru með gríðarlega miklir skuldir, skulda Seðlabankanum hann 2400 milljarða, svo þarf að endurfjármagna þetta á hærri vöxtum vegna þess að nú Seðlabanki Bandaríkjanna að fara að hækka. Hvernig lítur þetta út? Skuldsetning hins opinbera þá ekki að fara að skána, hann heldur því líka fram og þau halda því fram höfundinir að það sé mjög ólíklegt að lönd sé að fara að vaxa út úr kreppum. Það kemur inn á, sko, og þetta umlega, þessi punktur sko, eins og þú segir Krugman, og Stiglitz og fleiri sem segja ríki með sín eigin seðlaprentun, og þetta svona tónn sem í íslenska kerfinu líka. Ríki sem með sín eigin seðlaprentun, það getur aldrei farið á hausinn. Og Rogoff og þau benda á, nei, það ekki rétt. Fólk þjóðríki með eigin peninga fara á hausinn og fara mjög oft á hausinn, og í raun og veru faraði miklu oftar á hausinn heldur kemur fram í bókinni, af því að formin af gjaldþroti eru fleiri. Það er til dæmis gengisfall og verðbólga. Og verðbólga ekkert annað heldur en form af gjaldþroti. Þú ert búinn að fá afhent af ríkinu á móti einhverjum eignuðinum, innistæðu á kaupmátt, og ef þú getur ekki keypt lítra mjólk, ef þú getur keypt lítra mjólk fyrir 100 kall ári 1 og ári 2 getur þú keypt hálfan lítra mjólk, þá það vanefnd af hálfu ríkisins, seðillinn, já, nákvæmlega, hann minni verið, og það bara form af gjaldþroti. Gjaldeyrishöftin sem við erum með núna, það líka form af gjaldþroti. Það leið til þess að taka kröfuhafaröðina og endurskipuleggina og láta einhverja suma komast fram fyrir röðina og aðra sem ættu að vera í röðinni en þykja þjóðhagslega minna mikilvægir eru færðir aftast. Þannig að þessi, það svona eiginlega það sem á móti, það sem svona, hvað maður segja, röksemdafærslan á móti Krugman, og hann tilheyrir skóla hagfræðinga sem segja verðbólga, lágt stig verðbólgu, eða svona hæfilegt stig verðbólgu nauðsynlegt einmitt til þess að skúra burtu, minnka skuldsetninguna. En nota bene, og það það sem Rogoff segir, það form af gjaldþroti. Og ef við skoðum svona fyrirbæri eins og verðbólgumarkmið, eins og hér á Íslandi eitthvað 2,5% eða 2,4% verðbólgumarkmið. 2,5% verðbólga í 10 ár. Það bara ansi mikil, búið að klippa ansi mikið af peningunum, sko. En á móti kemur að það virðist vera almennt viðurkennt að það þurfa að vera verðbólga til þess að ekki verði þar hjöðnun. Það bardaginn sem í gangi í Evrópu til dæmis núna og ástæðan fyrir þessari peningaprentun sem að bæði Bandaríkjamenn og Evrópumenn virðist vera sammála um. Já, það það sem eins og austurríski skólinn í hagfræði segir, hvað verðþjóðin á sér stað út allan heim, alla daga, hún ekkert svo slæm. Það það besta sem kemur fyrir launafólk. Það bara kaupmátturinn eykst, og meðan í verðbólgu þá rýrnar kaupmáttur almennings, og þeir einu sem græða í verðbólgu það hinn efnaða yfirstétt, meðan að þeir sem að græða í verðhjöðnun, og það svolítið fyndið, þetta það sem austurríski skólinn sem yfirleitt svona vísað á að sé hægri sinnaður, sko, hann vill frekar stöðugt peningakerfi, og að ríkið sé ekki að taka eignir almennings í gegnum peningakerfið, sko, sem annarkvort í gegnum verðbólgu, gengisfellingu eða höft. Varðandi einstaklingana síðan, þá ein bók sem við höfum mikinn áhuga að taka fyrir á bókakvöldi og reikna með að við tökum fyrir í febrúar sem heitir The Intelligent Investor, og í þeirri bók talað persónu sem heitir Mr. Market. Mr. Market, að hann fylgir alltaf sveiflum. Hann í rauninni alltaf þáttakandi í því að ýkja þessar sveiflur sem við erum að tala um. Að þegar að vel gengur, þá fer hann að fjárfesta, þá fer hann að kaupa, og hann styður alltaf við það að eignaverð hækki, og framvegis þegar illa gengur, þá ýtir hann svolítið á eftir þessari niðursveiflu með því að selja undan sig eignir og draga sér fé og þar að sleppa því að spara og fjárfesta og svo framvegis. Og hann klárlega, einstaklingar líka þáttakendur í þessum hagsveiflum með þessum hætti. Og ég veit ég verið að spyrja því varandi hagfræðinga og varandi opinbera og seðlabanka, en varandi einstaklinga líka. Hvers vegna lærum við ekki? Hvers vegna höldum við áfram að hegða okkur eins og Mr. Market? Það náttúrulega, ef hlutabréfaverðið annað eignaverðið náttúrulega að hækka, það var náttúrulega mjög spennandi að fá að græða eitthvað, skilur, að þú getur tvöfald, fara tilboðum að tvöfalda ávöxtunina, sko, það var eiginlega, too good to be true, sko, og það var svolítið spennandi að fara út í það, sko, menn sem
kannski eru lítið inn í fjármálaheiminum. Er það þá almennt, myndirðu telja að það sé þá fyrst og fremst ástæðan? Það skortir bara fræðslu og að þeir sem að fara inn á markaðinn með þessu millibili, vegna þess að í bókinni er talað um það að þetta tekur dágóðan tíma. Þeir tala líka um það að fjármálakreppur séu mjög sjaldgæfar og rannsóknir sem hafa verið gerðar á fjármálakreppum séu ofta mistúlka svolítið hugtakið. Það sé verið að taka svona bólur sem springa með einhverjum hætti sem eru þá kannski einangraður og þeir eru að tala um netbóluna og svo framvegis. Þeir eru rauninni ekki að kalla það kreppu, þeir eru að tala um það svona nokkuð svona slys eða þeir eru að tala um að fjármálakreppur eru það sem gerist kreppinu miklu 2008 og svo fara það hérna aftur eitthvað til ársins 1200. Þannig að getur þá verið að almennir fjárfestar bara hreinlega muni ekki eftir því að hlutinni geti lækkað og krísu geti komið fyrir. Já, það er klárlega eitt af þessum vandamálum. Og svo líka í uppsveiflunni, þótt að þú haldir kannski að uppsveiflan mun taka enda, akkurat er þú ekki að fá að vera með meðan hún er uppleið. Að þú komist út áður en að byrja að lækka. En það er náttúrulega sem að aðrir hagfræðingar eða sjálffræðingar reyndar, sem að Kahneman og Tversky sem að fengu sér fyrir stuttu síðan Nóbelsverðlaunin í hagfræði og það var einmitt þessi verið að velta upp þessu líkani, hagfræðilíkani, þessu lýsingu hagfræðinar á manninum hvort hann væri skynsöm vera sem að velur alltaf að reyna að hámarka sinni eigin hagnað og ef hann stendur frammi fyrir tveimur kostum, ef A er betri en B og þá velur hann alltaf A og það er það sem að sálfræðin hefur komið með inn og gert að verkum að þessi geirineldu klassísku rekstrarhagfræðilíkun, þau þykja svolítið gamaldags í dag, er að hegðun fólks er miklu flóknari og það sérstaklega það kemur að tapi og ábata. Og fólk er til dæmis líklegra til þess að halda í tap en innleysa hagnað heldur en að halda í hagnað og innleysa tap. Og þegar það breytir því, þannig þegar margir einstaklingar koma að tala saman í gegnum þetta með alls konar skrýtna hvata og svoleiðis að þá færðu það sem að menn kalla Mr. Market. En samt sem áður er þessi Mr. Market besta leiðin til þess að meta hvernig hlutirnir eru að þróast betri heldur en nokkur hátimbraður spámaður í seðlabanka eða í fjármálaráðuneyti eða í háskóla eða fjárfestir eða hvað sem er. Þetta er þrátt fyrir að og það komið þessar bólur og svoleiðis að þá eru flestar rannsóknir sem benda til þess að þetta er besta spátæki sem við höfum varðandi hvert hlutirnir eru að þróast. Já. Fjöldi viðskipt og fjöldi þátttakenda á markaði. Það er bara verðið sem að þessi maurasúpa býr til. Það er það besta vísbending sem við höfum á hvernig hlutirnir eru að þróast. Og það er einmitt það sem er svona stór, þegar við erum að tala um nýja normið, the new normal, það sem menn er að tala um að það sé búið að aftengja með reglugerðum, eins og sérstaklega í Evrópu með MiFID reglugerðum með öðru. Þú færð ekki fólk til þess að fara og veðja og af því að það er svo óhollt fyrir það að það getur farið sér að voða og þá ertu búin að slökkva á ákveðnu mikilvægu kerfi sem er einmitt að fá fólk til þess að kaupa selja hlutina til þess að fá fram skoðun þess og fá fram skoðun sem flestra. Sömuleiðis umræðan að banna skortsölu eða draga úr henni. Nákvæmlega og það er einmitt það sem að menn er alltaf að bíða eftir og það var mikið leikrit í kringum sjóðstjóra PIMCO sjóðsins, Bill Gross sem sneri við einum stærsta skuldabréfasjóði heims og byrjaði að veðja á hækkandi vexti í Bandaríkjunum allt og snemma og sennilega misti jobbið á endanum eitthvað tengt því og hann sneri sjóðnum og menn voru alltaf að bíða eftir að herra markaðurinn að markaðurinn myndi fara að grípa inn í og segja verð á peningum er allt og lágt miðað við þá áhættu sem er í kerfinu og svarið við því er að eftir hrun að þá hefur fjármálakerfi heimsins bara verið í höndum embættismanna. Þú ert að nefna það, verðið hefur verið of lágt, þannig að spottað þetta, komið auðvitað að farið snemma inn á markaðinn. Þá komum við að einu sem ég langar að nefna, sem að tengist mjög náið því sem talað í bókinni, sem er þetta, svo einhverju segja það þrennt sem er öruggt í lífinu og það er dauðinn, skattar og endurkvæðli meðaltalsins. Að það hljóti alltaf að koma að því að þetta new normal eða þetta svona sem við samfærum okkur að í kjölfarið á þessari umræðu
þá áttum við okkur á því, nei, auðvitað var þetta ekki eitthvað öðruvísi. Auðvitað það ekki þannig að vextir að fara að koma til með að verða á húsnæðislánum í Danmörku 1% hérna næstu 20 árin. Auðvitað það ekki þannig að olíuverð sem olía takmörkuð auðlind að það verði bara undir $50 hérna og svo framvegis. Hversu öflugur kraftur endurhvarf til meðaltalsins? Það fyrir eftir tímaskalanum, sko. Það fyrir 4 milljarða ára eftir í tíman sem að jörðin búin að vera til, þá engin maður, sko. Okay. Þannig að það er meðaltalið. En við tölum hagsögun. Nú oft talað og hagfræðin og svona fjármálafræðin eru full af dæmisögum það að einhverjir hafa komið augu á til dæmis bara högnunartækifæri og svo framvegis. Þau verða ekki út af, við vorum að tala atferlisfjármála út af einhverju skrýtinni hegðun einstaklinga á markaði, en það þá eitthvað svona lagg eða einhver dráttur á því að það raungerist vegna þess að á endanum þá verður eitthvað að láta undan og þetta verður að fara aftur í svona eðlilegt form sem þá meðaltal. Ef ég má aftur grípa þennan bolta, sko, þá ertu með menn sem að hafa gagnrýnt þessa, og þetta einmitt það sem hefur sko verið innbyggt inn í hagfræðilíkön og hagfræðilíkön sem eru notuð til að spá fyrir verðbólgu og hagvöxt og hvað verð á peningum á að vera. Menn hafa verið að keyra þetta einmitt hérna niður í Seðlabanka og rosalega flókin líkön og þá segja menn sko og menn sem hafa gagnrýnt þessa líkanagerð og spálíkan Seðlabanka Bandaríkjanna, það líka mikið gagnrýnt og menn tala það bara að það sé ekkert farið eftir því í dag. Þetta bara eitthvað svona sem að þú verður að vera ógeðslega flinkur í en notar aldrei. Og hérna og á endanum þetta bara eitthvað fólk, einhver embættismenn sem taka einhverja geðþóttaákvarðanir. Og þeir sem að hafa gagnrýnt þetta svona akademískt, það til dæmis Benoit Mandelbrot, starffræðingurinn sem kemur með kaosfræðina. Hann segir, þú veist, að þetta sveiflist allt svona, sko, stundum bara kemur sveifl upp og niður og svo bara dautt. Þannig að það ekkert alltaf. Ég meina, það ekki alltaf þannig og hagkerfi sveiflast milli fasa og sum hagkerfi fara gegnum bólur og hrun og ná sér síðan aldrei aftur. Það einmitt eitt sem gott að nefna við þig, Inga, vegna þess að þú hefur nú stúderað til dæmis hrun sem var hér á Íslandi árið 1920 þar sem að það fór ákaflega illa með Ísland til dæmis að fiskverð lækkaði. Er þetta dæmi það að þrátt fyrir við getum sagt að það verði hugsanlega eitthvað endurkall til meðaltalið til þess að hvernig það og þá getur verið erfitt að bíða á meðan? Já, það náttúrulega fyrir allan almenning til dæmis þá náttúrulega verður hann mjög illa úti á meðan þessi, eins og þú talaðir þessi árafjöldi líður á meðan við jöfnum okkur að kreppunni þá og fólk sem kannski finnst það ekkert hafa tekinni þátt í uppsveiflunni eða bera neina ábyrgð á því sem gerðist, sko, að það kannski oft verður verst úti í þessu ferli allir saman. Nákvæmlega. Svona rétt í lokin, við langaði að nefna varðandi tímasetningar og spámenn, þú veist að tala það, timbraða spámenn í Seðlabankanum og aðra. Það eru margir sem að koma eftir á og segja að ég komi auga á eitthvað svona myndi gerast. Og þeir bæta oft við á þessum tíma. Þetta myndi gerast núna eða þarna. Við sáum þetta myndi gerast þarna. Í bókinni talaði það að við getum komið auga á hitamælana, við höfum þá, við getum komið ef að upplýsingar til dæmis frá þjóðríkum eru réttar og nefnum það líka að það sé erfitt að nálgast áreiðanlegar upplýsingar. Þórir Ingi Pétursson og félagar í Seðlabankanum hafa líka tekið saman upplýsingar og kynntar hvað í voru og skýrsla það að það sé hægt að koma auga á það hvenar eitthvað er farið að ofhitna og hvenar við erum komin á ákveðin stað í þessu ferli. En í bókinni talaði það að það sé gríðarlega erfitt að tímasetja þetta. Sem mun erfiðar að tímasetja hugsanlega heldur en Þórarinn og félagar í Seðlabankanum að halda fram. Og þau segja það að þú getur átt að þig á því að eitthvað sé orðið og dýrt og við séum komin í einhvern erfiðan part af þessum fasa. En það ekki þar með sagt að þú getur sagt, nú þetta að fara að hrynja og þau bæta við að þeir sem að segja svona að þeir hafi séð þetta fyrir eru væntanlega búin að spá því árlega mörg á þarna undan að þetta færi illa. Einmitt ekki sagt að þeir hagfræðingar sem spái rétt fyrir flesta kreppur hafa kannski spáð fyrir rétt 5 af síðustu 3 kreppum. Þeir eru alltaf að skrá fyrir kreppu. Og Alan Greenspan varaði við í 96 að það var svona óhófleg bjartsýn á markaðnum og það væri hugsanlega að fara í böndunum. Svo líður árið 97 og 98 og engin tækniból að springur, sko, það heldur bara áfram að hækka.
og svo í þessari ritgerð þeirra Þórarins og þeirra, ef hagvöxtur undanskilinn, þá er ekkert á þessum mælikvarðum sem þau nefna sem spáir betur fyrir kreppu en í annarkvært skipti. Þessum mælikvarðum sem spá best fyrir það segja til að verði kreppa í annarkvært skipti sem kemur fjármálakreppa, sko. Þannig að það getur verið mjög erfitt í hækkunarfasanum að segja að þetta sé eitthvað óeðlilegt ástand, sko. Og gerir þá fjárfestum erfitt að vera sá sem að sitja með svartapétur og var svo skynsamur að fara út og ekkert gerðist? Svo er það líka það að stjórnvöld oftar en ekki bara fela upplýsingarnar, breyta og bjaga upplýsingum og þannig að það getur verið mjög erfitt, meira að segja eftir á, þó þú vitir að hafa átt sér stað fjármálakreppa, að greina nákvæmlega ástæðunar og þeir nefna það akkúrat í bókinni að það eru hagsmunir stjórnvalda oftar en ekki bara að fela hlutverk stjórnvalda í bólunni. Og það má nota bene þar benda á að það er einn banki hér á Íslandi sem að fór á hausinn en það hafði engar afleiðingar í starfsmannahaldi og það er Seðlabankinn. Já. Við getum nú ekki haft þetta alveg sem lokaorðin, þannig ég verði eiginlega að bæta einu við. Ég held að væri gaman að enda aðeins á að tala um það hvort að núverandi ástand sé hættulegt og hvar við erum með tillit til þessa. Nú hafa þið tekið fram bæði Reinhardt og Rogoff höfunda bókarinnar að það sé ólíklegt að við myndum sjá einhvern blússandi hagvöxt til langs tíma núna. Að þessi krísa hafi verið það stór og mikil að það verði erfiðleikar í einhvern tíma og að við myndum jafna okkur svona hægt og bítandi. Hvernig metið þið þetta? Það er alltaf útlit fyrir að hagvöxtur verði lítill í Evrópu og öðrum á Vesturlöndum og svo er hægjast efnahagslíf í Kína líka og þetta er náttúrulega hafa gífulega áhrif, en samt mismunandi áhrif. Þeir sem treysta aðallega á hrávörur lenda illa í því þegar Kína dregst saman á meðan aðrir sem kannski eru frekar að nota hrávörurnar eins og bensín og fleira, þeir kannski hagnast frekar á þessu. Lágt vaxta umhverfi? Sko, Schumpeter var með ákveðið svar sem er skapandi eyðilegging og það er að taka bara gamla fúna innviði og gömul fún kerfi, skipulag og samsetningu efnahagslífs og rífa niður og byggja upp á nýtt í gegnum tæknibreytingar eða í gegnum félagsfræðilega breytingar eða eitthvað slíkt. Þannig að ég er ekki, og stríð er eitt form svona skapandi eyðileggingar. Þeir náttúrulega, hann og Mises og fleiri voru í Austurríki á sínum tíma þegar austur-ungverska keisaraveldið hrynur. Og þannig að þeir sem vitað að þú þarft ofta að losa eitthvað sem er gamalt og fúið og úr sig gengið eða er búið að vera í bólu og þú verður bara að brjóta og láta fólk síðan byggja upp og nýtt. Þetta er svona baráttu við íhaldssemi? Já, og það er það sem ég held að sé stóra verkefnið framundan hér á Íslandi, að það er að koma í veg fyrir að viðbrögðin hér verði með að binda allt saman niður og koma í veg fyrir hrunið sem að varð með fleiri embættismönnum, meiri reglugerðum, meiri sköttum, minna fjármagnsflæði, minni fjárfestingu. Þetta er það versta sem við getum gert og ef eitthvað er mín persónulega skoðun svo að það er bara betra að búa til kerfi sem fer á hausinn og er rosalega fljótt að laga sig og standa aftur upp á fæturnar. Og þú verður að taka sveiflurnar upp og niður og það er engin embættismaður sem getur sagt hvenær er partíið búið og hvenær er partíið að byrja. Nei. Þeir eru sjaldan að segja að partíið sé að byrja. Ég vil þakka ykkur fyrir, Ársæll og Ingvar og ykkur sem eru hér og við ætlum að láta svona formlegri dagskrár lokið. En ef það eru spurningar úr sal, þá væri nú gaman að opna fyrir þær og heyra jafnvel ykkar skoðanir á þessu.